Það mikil upplifun að koma í vök baðs, slaka á í tæra heita vatninu, komast í tengingu við náttúruna, dýfa sér í urriða vatnið og láta líða úr sér. Vatnið má síðan drekka í bland við lífrænar jurtir og borða sem súpu á veitingastaðnum sem Gróa Kristín framreiðir af sinni einstöku list. Við hittum hana í sínu náttúrulega umhverfi, í eldhúsinu að græða kræsingar og góðmeti. Já, nú sko von og góðu, því það alltaf gott í matinn hjá henni Gróu. Heyrðu, nú erum við að gera svona prímíumplatta sem við erum með í boði hjá okkur og á honum sem sagt grafið lamb, anisgrafið og við erum með reyktarlax og svo erum við með fetaost og gellir frá fjóshorninu. Og við erum náttúrulega í samvinnu við fyrirtæki í bænum eins og Fjóshornið og Vallanes, Valaskjálf. Já, þannig þeir að vinna þetta rosa mikið. Já, við reynum að vinna þetta með þeim. Og svo erum við líka að gera sjálf svolítið. Við gerum súpur og brauð og ýmislegt, en tökum hluta af okkar dóti frá þeim sem eru eins og Valaskjáli með kjötið, laxinn. Við erum með bústinn og það frá honum skýrið í bústinn frá Baldri. Og notum náttúrulega mikið ostinans og það í rauninni það sem að fara svolítið vel hjá okkur. Það allt þetta. Það svona meira, útlendingarnir eru hrifnir af þessu. Það svona sýnishorn af því sem úr heimabyggð. Já, maður vill fá að smakka það sem af Já, svæði. þeir allavega eru mjög tilbúnir í það. Þannig að það fer mjög vel að því. En við erum náttúrulega með þetta líka ástíðabundið. Þannig að eins og núna fyrir við að skipta yfir í bara gæs. Tökum hana með og við breytum aðeins áherslunum á matnum. Þú veist núna þegar kemur meira heimamaðurinn, þá förum við meira yfir í erum núna með svona alls konar platta sem eru bara svipuð í sniði, það þá bara sér ostaplatti, þá höldum við okkur við, þú veist, eins og frá Baldri, gellir, fetaost, bætum höfðingja við og svolítið svona breytum til. Það ekki alltaf alveg það sama. Er það ekki svolítið það sem við þurfum bara að fara að venja okkur við að það ekkert eðlilegt að það sé alltaf sami matseðillinn allan ársins hring? Nei, þetta bara ástíðabundið og það náttúrulega bara svo skemmtilegt og þannig náttúrulega byggjum við allt í raun hjá okkur. Súpurnar, þú veist, við tökum það svolítið frá Vallanesi, þú veist, það sem þeir eiga mikið af núna eins og í dag kartöflusúpa, þú veist, það nýupptekna kartöflur. Og grænmeti eins og gulrætur, hnúðkál og allt, við nýtum það og það í súpunni sem með kókos og karrí í og svo bara, þú veist, náttúrulega eins og þau kemur fram á vor, þá verðum við að breyta eins og nýta meira bara tómata, papriku og ýmislegt, sko. Það mikið talað þessar súpur, finnst það, hvernig það Já, allavega þær hafa fengið mjög góða dóma, súpunar okkar, og við ætlum að byggja svolítið bara á þeim. Við verðum alltaf með súpur og góð brauð, súrdeigs sem bökum sjálfar og eins í samvinnu við Fellabakari og Sesam. Við erum í samvinnu við þau líka. Ætlum að fara inn í það næsta sumar að vera svolítið þar. Bara í smáréttum og súpum, þar sérhæfum við okkur. Og þar kemur líka sérstæðan að svæðinu inn af því að heita vatnið bara beint úr. Já, við nýtum það. Náttúrulega jurtabarinn okkar sem búið að segja ykkur frá og svo í framhaldi því að þá bara súpurnar okkar og síðan náttúrulega reynum að tengja þetta eins og ég sagði áðan bara inn í, þau eru náttúrulega með byggið og þau Eymundur og hún Eygló og við tókum eins og pesto frá þeim og byrjum svoleiðis og svo bætum við bara við. Þannig að maður getur fengið sér heitt te úr vatninu, baða sig í vatninu, svo borða það í súpunni og drukkið úr bjórnum líka. Já, þannig að þetta áirunni, þetta tengist allt svona saman og svo byggjum við aðeins utan á það, eins og ég segi, svona á léttu nótunum. Já, svona léttir réttir. Léttir réttir og samt snýðum við pínu eftir bara eins og hópanum okkar, það mikið núna hópar sem vilja koma í bað og kannski smámat. Þá það með þetta sem svolítið vinsælt, taka einhverju svona smárétta hlaðborðið að bakka og ef fólk biður eitthvað annað, þá gerum við það náttúrulega bara. Við erum að gera lambalæri, pastarétt fyrir íþróttahópa og alls konar. En það bara allt svona í þessu hlaðborðsniði og svona einfalt. Nú ertu búin að vera í þessum bransa lengi, kemur inn
Fyrst þú að hafa svona þitt að segja hvernig... Já, ég náttúrulega fæ bara heilmikið það að segja, nema náttúrulega það búið að ákveða í rauninni svona, þú veist, þetta náttúrulega bara visst konsept sem maður að fara inn í og það bara mjög spennandi. Þannig að mér finnst þetta virkilega gaman og frábært náttúrulega vinnuumhverfi og staður. Það ekki hægt að hafa það betra. Og skapandi? Já, þetta bara ótrúlega gaman.